Dr. Fútból búinn að koma sér þægilega fyrir í Túborg 10. Gunnar Birgisson og bróðir hans, Jakob Birgisson, mættur. Velkomin Jakob. Takk fyrir það. Herri, þú ert með kameri í gangi, það vaxtaverkir Jakobs Birgissonar, nýtt stand-up comedy show í hvað, Tjarnarbíó? Já, hárrétt, það í Tjarnarbíó, byrjar núna á laugardaginn eftir, viku. Þannig að ég bara stórspenntur fyrir því, þetta er svona hvað, mín 4. sýning eða eitthvað, þannig að maður alltaf að reyna að toppa sig. Solar Arenas. Já, það kemur að því, sko. Það alltaf uppsett. Jú, já, því, sko, þú nefndir Arenas, sko. Það er náttúrulega margt með bara að taka laugardagshöllina bara 2 í viku, sko. Jú, ég sé alltaf við. Heldur betur, fyrir þá sem að hafa áhuga að sjá Jacobi í Tjarnarbíó, þá það kóðinn DOC fyrir 20% afslátt á sýninguna. Ég mæli með skemmtun. Þú hefur svolítið verið að taka Gylfa Sig. Já, ég gerði það mikið á tíðanbili og ég að vinna því að fara endurvikjan. Það auðvitað alltaf erfitt svolítið að taka einhvern annað spott en sko... Gylfi, varstu sáttu við leikinn? Já, það auðvitað bara þannig að við... Gunni Birgi slæri hérna. Það ekkert smá eitrað, sko. En þú veist, þetta já, við vorum duglegir að fara aftur og síðan aftur fram, en fyrir mig persónulega þá var þetta mjög stórt og liðið líka og hann alltaf svona koðnar niður, sko. Hann svona low energy í viðtölum. En mér geðveitt með Gylfa, sko, að það rosalegt, sko, að það þarf að rannsaka þetta eitthvað. Söguþráðurinn sem var búinn til hann í gamla daga. Þegar ég var í svona 8. bekk, þá var hann svona byrjar að meika það alvöru. Og þá var ég einhvern veginn hættur í fótbolta því að ég bara verið með hnjámeiðsli bara síni maðan eftir mér. Þú veist, ég var bara einhvern veginn ekki vel liðinn. Gylfi Sig, þá var komin svona umræðan hann, sko. Hann var aldrei góður. Nei. Gylfi var aldrei góður. Hann bara tók svo mikið af aukaæfingum. Það var bara annað hver gæi bara í árgangnum mínum sem bara fallegt í raunveru, sem held að þeir gæti orðið Gylfi Sig. Já. Og það var magnað, sko. Já, en þetta dálítið góð, af því að hann byrjar alltaf á þessu... Já. Hann byrjar einhver öndun þarna. Og sér var svo geðið þegar Lars Lagerbäck var líka, sko. We have Gylfi in the box. And, I mean, we have to get Gylfi and Aron back. And, þú veist, það var þetta svona... I mean, the boys have been a fantastic place, but... Þetta helviti nált í Domino's Pizza, hvað betra en góðu pabbi? Það kebabbi. Nú eru kebabpítsurnar á flegiferð á Domino's. Þetta var stólið. Svo því sé komið á reyna. Hérna, Jacobi, hefur aldrei langað að vera massaður? Jú, mér var langað það. Þú getur bara í fitnessport, þú getur ekki að græja það. Bara í fitnessport og segja ég vil vera massaður. Það sprengir það núna, þvílíkir afstættir í gangi. Þú veist, nýtt lúk fyrir næstu sýningu, mæta massaður til leiks. En þú veist, get ég í alvöru orðið massaður? Já. Þú veist, það bara, því að þetta svolítið eitthvað sem ég bara þurrkað út, sko. Fitnessport, þeir geta bara komið í gang. Já, þeir geta fleiktir í gang. Þeir geta allir orðið massaður. Þeir hafa held ég yfirstaðið erfiðar hindranir heldur en það. Já, heldur betur. Dr. Fútból minnir auðvitað á 50% afslátt hjá Tjekkland Bifreiðaskólann. Það hefur verið í gangi núna í 6 ár. Þegar þú færið Tjekkland Bifreiðaskólann, þá segir að Dr. Fútból hefur sendið, þá færið það afsláttinn góða. Nú, það styttist í FIFA-mótið hjá Dr. Fútból og Tölvutek ei mig veg. Þessi leikur EAFC 2025 kemur út á föstudaginn eftir 2 vikur. Við ætlum að vera með lítið mót, við ætlum að spila og hafa gaman í þessu öllu saman. Að sjálfsögðu Tölvutek með allar nýjustu tölvurnar og allt það. Mo Salah vissulega markaðasti leikmaðurinn, núverandi leikmaðurinn í sögu Premier League. Það að segja þeim sem eru að spila núna. Þá hann komið flestu mörkin í ensku úrvalsdeildinni. En vitið hver komið næst flestu mörkin af þeim sem eru að spila í ensku úrvalsdeildinni núna? Hver haldið það sem næst flest mörkin? Ég held að flestir vitið að Mo Salah í flestu mörkin. Það ekki bara Erling Haaland eða? Nei, mjög langt frá því. Það? Ok. Þetta svakaleg spurning. Já, ég hugsa bara Gabriel Jesus. Gabriel Jesus? Nei, það fáránlegt gisk í raun og veru, en... Maður verður pínu blanko. Það einhver... þetta ekki einhver í þarna smærri liðunum? Jú, sem búin að vera lengi, Vardy? Já, bang, vel gert. Jamie Vardy hárrétt svar. Og hann næst markaðist í leikmaðurinn af þessum görum. Ég verðum bara að viðurkenna það. Ég bjóst ekki við því að Jacobi myndi negla þetta. Nei, ég kem oft óvart. Heldur betur. Það galdurinn að góðu gríni. Það að koma fólkinu óvart, svona af og til. Það var vel gert.
Dóttor fútból ætlar að powerranka með dynout.is og aldrei þessu vant að Gunni Birgir sem ætlar ekki að powerranka. Jacobi ætlar að powerranka og hann hefur sagt frá því á Twitter að hann svona innstinni langi að vera stundum kona sem á fótboltamann. Já, og ég hef líka reynda nefnt að ég geti líka verið góður gaur bara svona að sjá þá, sko. Já. En ef við setjum bara í það að vera konu númer 5. Já, byrju, ég ætla að minna á þetta dynout.is, pantamat og alla þennan pakka. Ef að þú værir kona, topp 5 gaurar sem þú væri til í að vera með, svona þægilegt, þú veist, þú opnar væntanlega barnafattaverslun og eitthvað svona þægilegt, já. Númer 5. Ég fór svolítið í þessu íslensku og númer 5 er Rúnar Alex. Já, það er þægilegur náungi. Já, og ég sé það líka, þú veist að alltaf Káringur, hann er svona þægilegur gaur, hann er í Köpen, það er næs að vera gerlega í Köpen. Og það er þetta flottu punktur, sko. Og heitu vinkonur þínar er alltaf eitthvað að kíkja heimsókn og eitthvað svona, þú veist. Það er bara ekkert eðlilega mikið að heitum vinkonum í Köpen. Það er bara eitthvað lögmál, sko. Bara hérna og síðan er, sko, þú veist, ef ég set yfirferða pínu á sjálf mig, þú veist, ég kynntist honum í partíi. Já. Og ég horfði bara á hann er markmaður. Já. Og ég er grínisti, uppistandari. Já. Við erum í nákvæmlega sömu stöðu. Já. Þetta er markmenn, ég tengi langmest við þá. Það er skrítið og þú veist, þú gerir mistök og það er svo niðurlægjandi. Já, já. Síðan þegar þú ert góður, þá ertu bestur í heimi. Rúnar Alex er líka frábær náungi. Þannig að þetta er frábært val hjá þér, númer 4. Það er Alfreð Finnboga. Alfreð Finnboga, já. Og ég væri góður að díla við Finnboga pappans. Já, hann er erfiður. Og svona mammans og svona systur hans og allt þetta, það er allt gott að frétta, en hann reyndar á svo góða konu, sko, að þú veist, hann myndi líklega ekki skipta mér út, en ég væri svona au-pair heim með honum. Já, Alfreð nummer 4, það er gaman líka að búa með honum, hann er með sterkar skoðanir og öllu. Já, líka, ég þyrfti ekkert að vera að pæla í matræðin hans og eitthvað, þú veist, hann er alltaf bara með eitthvað nýtt. Ég er vegan núna, þú veist, eitthvað svona. Já, hann hefur ofta eitthvað nýtt í gangi. Númer 3. Það er Jói Berg. Hann komið til Saudi, annars hef ég ekki valið hann. Ég þekki hann ekki neitt, veit lítið hann, þú veist, ég ætla ekki að fara eitthvað að þykjast eins og mér finnist hann lítið út fyrir að vera eitthvað skemmtilegasti gaur í heimi, en ég held hann sé lúmskur, ég held hann sé bara mjög fínn. Hann er mjög skemmtilegur, hann er mónir. Tuðari, sko, eins og allir bóttamennir reyndar. Ég er góður að díla við þannig, sko. Ég er alveg góður í því og líka hann er komið til Saudi. Ég er gamall gamer, spilaði World of Warcraft með Sátum. Það var bara einhver 3 tíma mismunur eða eitthvað, sko, þannig að ég gat oft verið með þeim bara kvöldin. Og já, bara Ahmed Al-Dosri og einhverju svona gæjar, bara félagar mínir í Riyadh, sko. Það held ég allir læknar í dag. Mér er alltaf langað til að læra arabísku. Já, ekki að kjöru tækifæri að búa með. Halala, þú veist. Þú ert að færa bíliðin, Jói, eitthvað svona. Númer 2. Adam Páls. Já, Adam Ægir Pálsson. Hann vissur að ekki eitthvað svona flottustu deildinni. Nei. En þú veist, bara að fá pappan í heimsókn, Pál Pálsson fasteinasala. Hafið þið séð þann meistar á TikTok eða? Hann er alltaf bara, ég er með lítið raðhúsina. Af hverju er þetta ekki byggt lengur? Alltaf eitthvað svona, og síðan kemur hann alltaf með einhverja punkta og einhverja tölur. Og bara vera á Ítalíu og bara, þú veist, stemning, þú veist, ég var að taka myndir á honum, ég er fínn í því, æfður í því. Það væri stemning. Já, ég held það. Og kannski sá sem þið langar mest til að vera með? Hákon Valdimarsson. Já, Hákon, já, aftur markmaður þarna og það kannski hefur með það að gera, það er London. Já, það er London, hann er ungur, hann er sexy og hann er, sko, þú veist, hann er í Brentford, hann verður aðalmarkmaður hann að bráðum. Ég ætla bara að spá því. Og þú veist, ég þekki mömmans vel, hún var yfirmaður minn tíma, þekki Hilmar stjúpappa vel líka og ég veit alveg sem svo mamma hans, hún er mjög góð móðir og hún er alltaf að heyri í honum, tjekka svona, er þetta í lagi, ég væri góður að díla við það líka, bara Hákon minn, farðu inn að hvíla, ég skal tala um mig síðan gæti ég bara tekið allan, bara ertu með Maríu Fjólu í gólfi á morgun og eitthvað bara, þú veist, það væri bara solid, sko. Gunni, er einhver, sem þið finnst vanta, er einhver sem að þú væri til í að búa með, einhver fótboltamaður, ef þú væri konu, ertu með einhvern fótboltamann sem þið langar að búa með? Sem að vera til í að búa með? Jason í Grimsby, væru ekki góður þar? Jú. Ég tek Jason í Grimsby alltaf. Það er líka henda mér þvílít vel að búa í Grimsby, sko. Það er mikil eymdar, en ég þrífst ágætlega í eymdinni. Já, heldur betur. Það er kunst nefnilega út af fyrir sig. Það er kunst út af fyrir sig. Það er líka kunst út af fyrir sig að halda bílnum hreinum. Gerum það hjá Löðri og þú getur kynnt þér áskriftarleiðirnar hjá Löðri. Löður. Og bílinn er hreinn. Ég fór í fyrradag. Varstu búin að skoða fallbeyginguna? Já, þetta var rétt hjá mér. Já, ok. Og já, Löður sjáum að halda bílnum hreinum. Þið hafið séð þetta trend á X-inu að undanförnu.
Barclays menn. Og hverjir eru Barclays menn? Og þetta mitt Barclays lið. Í markinu, Jussi Jaskalainen, harður markmaður, Bolton, West Ham, harður. Hægri bakurur og einn að minna upp á sleikmaður í þessu liði Pascal Chimbonda. Hann verður að vera í Barclays menn liðinu. Miðverðir, og ég ætla að færa hann yfir í miðverðin. George Elokobi að sjálfsögðu. Þú þarf að hafa hann hana? Já, hann er fyrirlið. Nafni minn. Hann er fyrirlið? Hann er fyrirlið. Ok. Elokobi. Og nafni. Ryan Shawcross er hliðin á honum. Og vinstri bakurur Leighton Baines. Þetta varnarlínan hjá mér. En hvað með svona gæði svo Tony Hibbert og Rory Delap? Já, ég bara, þetta mitt líka. Ég kom með þetta eftir. Miðjan hjá mér Jordi Gómez frá Wigan. Hann var svona gaur sem dúkaði alltaf upp. Rory Delap að sjálfsögðu. Já, fungurinn. Kevin Nolan og Matty Taylor. Þeir fylla miðjuna. Matti litli Taylor. Sko, Barclays menn, maður mikið í Portsmouth. Frammi að sjálfsögðu Jakubu. Fíta Jak. Það var alvöru gæi. Já, nafniðinn, Jakubu. Harry Redknapp, hefur heyrt sögurnar sem Harry Redknapp segir að Jakubu? Heldur betur. Finnast það ever. Með honum frammi svo mesti Barclays maðurinn af öllum. Heiðar Helgusson. Heiðar Helgusson að Barclays menn. Aramannabekkurinn hjá mér með Sörensen backup, Kristoffer Samba, stóri stæðili hjá Blackburn Rovers, Robert Huth, Fabio Borini, Sunderland og Liverpool, Mama Biram Diouf, Tim Cahill, Giovanni í Hull og Manchester City og svo að sjálfsög síðasti maðurinn á bekknum, Charlie Adam. Var ekki Barclays menn sem að þú saknaði, Gunni? Þetta var nokkuð góðu listi, sko. Takk fyrir það, Gunni mín. Já, ég bara nokkuð góður, sko. Já, eitthvað Barclays maður sem þú saknaði, Jacobi? Nei, meðast þetta bara vel gert hjá þér. Ég meina, hvert konseptin ákvæðlega í þessu? Það bara svona, þegar að fótbolti, þetta svona huglægt. Barclays maður bara eitthvað sem maður sem spilaði fótbolta frá svona 2005 til 2013. Já, ég hef alltaf sett Óbafemi Martins þannig. Já, það gott sjátt, verulega gott sjátt. Ég var mikill Martins maður. Sömuleiðis menn eins og Michael Essien. Já. En hann Barclays maður? Nei, þú veist, hann svolítið mikið, þú veist. Það var líka svona, það var svo mikið stigma yfir Óbafemi Martins, það var alltaf að segja að hann 30 þegar hann var 19 ára. Já, og síðan einhvern veginn svona, hann náði aldrei alveg að verða það sem hann átti að verða einhvern veginn. Nei, en Alan Smith? Alan Smith? Arsenal maður? Nei. Já, Alan Smith, Leeds, já, Barclays maður. Mark Viduka, já. Ég rosalega fastur í þessu Wigan, Portsmouth, Stoke. Stoke mikið, Ken Wayne Jones var mjög líklegur í liðinni hjá mér á tímabili, sko. Svo varði Jakubu að vera frammi. Jakubu náttúrulega alveg stórfenglugur. Harry Redknapp þá þjálfari liðsins? Já, Harry Redknapp og Tony Pulis, þeir eru saman með liðið og það bara svo liðs. Sony með Dr. Fútból, þeir selja Sony tækin í Borgatúni Origo. Og Sony táknum gæði, fariði þar og uppfærið sjónvarpið því nú þetta alltaf að hefjast, meistaradeildin hefst í mánuðunum og ég veit ekki hvað og hvað. Ég langaði að minna á morgun klukkan 13:50 á YouTube verður Doczone. Já, Mixler aðdáendur, sorry, ég búinn að færa þetta yfir á YouTube. Þannig að þið getur hort á leikina á morgun og verið með Dr. Fútból í gangi á YouTube. þar sem við skoðum úrslitin og stöðuna og allt í öllum leikjunum sem í gangi. Þetta ekki smá leikir, þetta öll fyrsta deildin, öll önnur deildin, öll þriðja deildin. Það verður að spila í kvennaboltanum að það líka, það verður að spila í enska boltanum, það verður að spila í þýska boltanum. Við skoðum þetta allt saman. Gunni Birgis, þú ætlar að vera með mér? Já, mjög spenntur. Mikil heimavinna að komast í þetta allt saman. Við förum með þetta betur í fyrstu deildinni en rétt á eftir, en ég gat ekki annað en minna á þetta, því að þetta verður mjög skemmtilegt og þú veist, þetta mun flæða inn, ég mun hringja mikið. Já. Og þeir sem á völlunum, látiði mig vita hvernig, það er svona 50.000 leiðir til að ná í mig. Þannig að ef þið á völlunum og allt það, látið Dr. Fútból vita. Líka ánægði með þetta sé á YouTube. Já. Mér mjög illa við þessa þróun að einhvern veginn að fara á einhverja aðrar streymisveitur. Nei, við höfum þetta bara einfalt. YouTube. Allir kongarnir eru það. Já. Og drottningarnir líka. Já, heldur betur. Strákar, skál. Skálinn okkur, skál. Drengir,
Flú Raspberry og allur sjápakki, hins vegar Dóttur fútból akkurat núna í The Golden Era frá Nokko. Herru, Brasilía tapaði á miðvikudaginn. Þetta flatasta brasilíska landslið sem við séð? Þú veist, vantar ekki eitthvað? Getur brasilíska landslið verið með miðjumenn frá Wolves og... Newcastle. Já, og West Ham? Nei, við geta það ekki. Þetta ekkit eðlilega leiðilegt, sko. Sko, ég endar ósammála því þetta sé flatasta brasilíska lið sem við höfum séð. En þjálfara ráðningar Brasilíu undanfarin ára hafa bara ekki verið góðar. Nei. Og mögulega setti Carlo Ancelotti svona léttan stein í götu þeirra þegar það svona virtist vera komið eitthvað svona, þú veist, þetta var svona eitthvað illa geymt leyndarmál að Carlo Ancelotti væri að fara að taka við brasilíska landsliðinu. Heldur betur. Síðan semur hann aftur við Real Madrid. Mér finnst bara mjög skrítið að Brasilía sé á þessu stað með að þeir ættu að geta klára rosa marga leiki bara á algjörum einstaklingsgæðum hjá fremstu þremur. Já, Vinny Junior, Rodrigo og svo ertu með hann Endrick. Eru þið báðir samfærðir Endrick? Er hann einhver impact leikmaður í dag? Ég meina... Ég ekkert alveg einhver svona sannfærður. Nei. Sko, það mikið hæp í kringum hann. Svo sér maður hann, manni finnst það svona vantar svolítið physicality í hann og... Vantar snerp, eða þú veist, hann er ekki þessi típiski snöggi brassi fram á einhvern veginn. Minnst vantar það í hann og það alveg rétt, ég meina ef maður skoða líka bara ef þú ferði tölfræðin og sofascore hann yfirleitt með lægstu einhverjum þar sem svona tekið út frá tölfræði þáttum og annað slíkt, þannig að en ég hef ekkert tölfræðin? Það með gögnin. Ég hef ekkert miklar áhyggjur af þessu brasilíska landslið en mér finnst samt ógeðslega leiðilegt bara sem fótbolta áhugamaður að sjá brasilíska liðið svona lélegt. Já, Copa America gátt ekki neitt. Nei, ég sé ekki fram á að þeir verði 2026 í baráttunum heimsmeistaratitil. En ég meina, hvað hægt að gera við svona lið þegar þau eru bara léleg? Þetta svo sem ekki lélegt lið, en þetta svona flatar en við erum vanir. Já, þú veist, Brasilía ásamt bara að vera alltaf topp 3-5. Ég ólst samt upp við ömulegt brasilískt landslið 1990 á Ítalíu, þeir voru hræðilegir, geggjar 82, 86 og þá voru allir góðu gæðin að fara. Svo verða þær aftur góðu 94, þá Romario kominn og Bebeto og þessi gæjar og svo varstu með, þú varst með Ronaldo hinn á bekknum, þú veist, þannig að það var alveg töfrar þar sko. En Argentínumenn eru með þetta okkur núna, hvað þetta Messi? Er hann alltaf meiddur eða hvað þetta? Ég sá að Cristiano Ronaldo var að fagna því að hann komið miljard að followa sig á öllum plattformum. Þetta Groundhog Day sem við erum upplifað Messi 15. föstudaginn í röð sko. Messi, hvað þetta? Er hann meðsli eða hvað? Já, hann meiddur, já. Bara alveg eins og Ronaldo í úrslitaleiknum á EM 2016. Já, ekkert alveg eins. Ég meina, hann kannski ekkert alveg að halda sér við, greinilega. Nei, það eitthvað að klikka þarna. Eru kannanir bara ekki að leggja... Mér finnst það svo skrítið. Af hverju þarf að tala niður Messi til þess að tala upp Ronaldo? Nei, það er enginn að því. Jú, þú ert að því. Nei, ég er að segja hans í meiddur. Já, en svo ert að taka Ronaldo. Af hverju tekur Ronaldo dæmi strax á eftir? Nei, ég var bara að tala. Mér finnst þeir bara báðir frábærir. Já, þeir eru báðir frábærir. Messi er stórkostlegur. Nei, þetta er líklega bara, við erum að verða vitni af loka sprettinum hjá tveimur af bestu fótboltamönnum allra tíma. En er ekki svolítið sérstætt að fara til Bandaríkjanna og vera einhvern veginn alltaf middur eða ekki með eða eitthvað svoleiðis? Sérstætt að fara til Bandaríkjanna? Myndirðu freka vilja fara til Saudi-Arabíu heldur en að fara til Miami eða? Já, ég heldist í góðu formi og það væri sjúkraþjálfar að halda mig við. Myndirðu þú freka fara til Saudi-Arabíu heldur en Miami? Lífstílslega séð eða fótboltalega séð? Bæði. Sko, ég held að fótboltinn sé betri í Saudi-Arabíu. Nei, hann er það nefnilega ekki. Af því að, þú veist, Gummi Tóta vann þessa MLS með miklu lélegri leikmenn í kringu sig en Messi. Þú veist, hann var bara með einhverja pípulagningamenn og smíðaði þarna í kringu sig. Messi er með miklu meira help en Gummi Tóta fekk nokkuð tíma. Ef þú veist að tala pípulagningamenn og tannlækna, hvað er þá Saudi-arabíska deildin, Hjörvar? Við sjáum bara EM í sumar, hvaða leikmenni virðist vera að koma vel út úr þessu. Hvað því þeir slísuðust til að vinna Argentínu? Nei, á EM. Leikmennina sem er að spila í Saudi. Þeir hitluðu mann upp úr skónum á EM í sumar. Eins og hverjir? Já, Laporte, verðum við ekki bara segja hann var algjörlega stórkostlegur. Það voru fullt af öðrum góðum leikmennum. Það var þarna Gauri sem skoraði rosalega marki fyrir Rúmenana. Hann spilaði í Saudi. Stansjú? Já, það var Er þetta ekki bara eitthvað pólitískt hjá Örgunni? Nei, þetta er ekkert með það að gera. Nei. Hann er mjög pólitískt. Nei. Mér finnst bara, ég segi leggjum pólitíkina til liðar. Hún á ekkert skilt við fótbolta. Ég er mjög gaman að hvernig Kaninn bara leggur upp sínar íþróttir og gerir þetta að því sem þetta sem er entertainment. Eru góðir í hafnabolta? Eru góðir í hafnabolta og rúbí og öllu þessu. Rúbí, amersku. Manni hvað þetta heitir. Tökum
þetta áfram, tökum þetta áfram með Westman One. Já, það kampæni sem að Robert Westman færir okkur frá suðvestur Frakklandi og svo færir hann okkur rauðvínin góðu í Sernín og þar þetta fætt að fara á barinn góða. Drengir, ég veit að Robert Westman sammála mér. Þurfum við ekki að fara að finna einhverja lausna á svona landsleikjahlífum? Bara venjulegu fólki leiðist. Þetta bara svona lýðheilsu vandamál sko. Já. Mér finnst að Alma Möller ætti bara að koma hérna, þú veist, hún talar 2 rauðinsglös á viku og eitthvað svona. Já. Nema kannski ef að Vestmann á í hlut sko. Já. En þú veist, landsleikjahlíðin, þetta ekki gott fyrir margar fjölskyldur sko. Nei, þetta þú veist, ég horfði næstu á alþingi á miðvikudagskvöldið út af þessu dóti sko. En eitt samt sem að ég skil ekki alveg. Já. Af hverju nýta aðrir sér ekki landsleikjahlíðin til þess að kapitalæsa á sínar íþróttir? Handboltinn gerði það í gær. Spiluðu og voru með rísamfyrir og Teddy Ponsa rændi íslensk heimili. Munuðu ekki eftir að hann var með misinformation og það var eitthvað rángur maður var markaðasti leikmaður sögunar. Herri, hann sagði bara, það örugt F4 að fara að vinna hákáðingarna. Koma hákáðingarnir, hold my beer Ted, og pökkuðu F4-inguna saman. Heimilin í landinu, öllaninn á Epic, allir að stofna reikning bara til að fá þessi örugu 10% á sinn pening. Nei, hákáðingarnir. Hold my beer. Hold my beer. Já, hann náttúrulega endurskoðandi sko. Þeir eiga ekkert endilega að vera að gefa mikil ráð, bara sinna sínu sko. Já, þeir eiga bara að sinna sínu. Allavega þannig í þessu tilfelli, þó að hann hafi auðvitað staðið svo oft vel sko. Þetta voru enda rosalega úrslit. Bara greinilegt að hákáðingarnir eru öflugir en skrítið samt að FH sé að tapa á þessu stíi keppnina sko. Já. Sérstaklega mútið háká. Já. En nei, ég er bara að segja, þú veist, bara maður hefði haldið einhvern veginn að það væri hægt að búa þannig hnútana að það væri hægt að spila, gera eitthvað. Já. En ég meina, hvernig þetta út í heimi? Þú veist, fólk ánægt með þessi landsleikjahlíða? Nei, það finnst þetta held ég öllum bara leiðilegt. Nei, finnst þér ekki alltaf gaman þegar þú átt gott, þú veist, ég meina okkur fannst þessi landsleikjahlíða alveg skemmtilegt þegar Ísland var. Já, en þetta einhvern veginn, þetta samt einhvern veginn. Þetta samt 2 leikir. Já, þetta svolítið mútkillir. Erum við ekki sammála því? Jú, en og alltaf eitthvað svartfjallaland og eitthvað svona, þú veist, ég hef ekkert mikið áhuga á því sko. En svo hægt að gera bara nýta tækifæri og fara kannski út fyrir landstæðina. Já. Þú gerir það. Já, við höfum kannski þurft að fara í golf líka bara. Heldur betur. Já. Þú gerir það svo sannarlega. Strákar, ég var ekki búin að segja frá því að öll ljós á 25% afslætti á Bíkó helgina. Byggingavörðusna kópa, öll ljós á 25% afslætti. Mér vantar yfir eldhúsborðið heima. Já, farðu og kíktu á það á Bíkó. Kíkju á það. Breytinni eða á bíkó.is. Kaupaði að leigja. Bíkó með gæða ljósamastur sem og jarðvegsþjöppur. Þeir það sem að maður þarf nú stundum jarðvegsþjöppu. Já, það kemur fyrir. Já, það kemur fyrir. Það er þessi blessaði Laugardalsvöllur, við vitum ekki ennþá hvar Víkingar spila leikina sinni í Evrópukeppninni. Þetta er einhver 2 vikur í að þeir eru að fara að spila þarna í Evrópukeppninni. Þetta er allt í rugli. Ömuleg niðurstaða fyrir Laugardalsvöllin að það kom eitthvað hybrid grass þarna, einhver skítaretting. Mér finnst alltaf vera einhvern veginn, þeir eru svona dálítið mikið eins og krakkin sem alltaf kúka á sig en skiptir sokka. Það bara að fara með og skipta nærbuxur, spúla krakkan og bara fara aftur út að leika. Þú veist, þetta þarf að gera þetta bara alla leið. Við þurfum bara nýjan völl og við þurfum bara að gera þetta alla leið. Það er bara ekki, þú veist, það er bara ekki að fara að gerast. Það vantar stórhuga fólk í íslenska pólitík. Það er enginn sem lætur hlutina gerast. Nei, það er ekki að gerast. Nei, við þurfum bara einhvern sem er kosinn, segir bara rífið þetta. Já. Og það er bara rífið. Já. Ekki 4 stýrihópar og Pétur Martins bara eitthvað í bara 7 hópum líka og hann er frábær þetta. Hann er yndislegur, góður félagi minn en ég hef verið að segja við hann, þið þurfum bara að rífa þetta, bara mæta og rífa þetta. En það byrðist þannig að peningarnir sé ekki til en þá er Einar Þorsteinsson lausna með það. Ég fatt að það niður í bæ sko, þetta er þarna á Gyrskut og þar var eitthvað svona hús bara rifið, bara einhverjir framkvæmdaaðilar bara rifið það og það bara þau höfðu ekki leyfi til að rifið það. Nú, það var eitthvað mískilningur einhver erlenda verktakana, sem var bara byggt miklu flottara hús, það gerðist ekki neitt. Nei. Rifið þetta bara, það er bara eitthvað að mæta og rífa það. Frá því að þið fættust þá er ekkert merkilegt risið hér fyrir utan Hörpunarbíla. Það hefur ekkert gerst. Þegar ég er lítill þá var bara einhver tankar þarna. David Oddsson hugsaði bara með sér, ég ætla að búið til flotta kasínó í heiminum. Búm. Perlan verður til og reynda við sem eigum ennþá eftir að opna þetta kasínó engin annar en Ingimundur Sveinsson var bara eitthvað teiknað þetta upp þarna bara pælið í bara, þú veist,
gjalderinum og öðru sem að myndi koma inn með einmitt Casino. Ég finna, þið verðum að tala, það er nógu leiðilegt á Íslandi, hugsið greið ferðamennir, ég hef ekki mikið áhuga á Casino, mér finnst ekki sérstaklega gaman, en margir vinir mér gera þetta. Þú veist, já, hafa eitthvað að gera og þetta það á ekki að selja útdýra geisladiska í Perlunni, þó að það hafi verið geggjað á sínum tíma. Já. Þetta er flottast að spila við svona bókalagara, heilu bókalagarnir hafa farið hann í gegn. Nei, og svo líka góð grein á hérna frá viðskiptaráði varandi að með svona kannski breytt landslag í spilabókinni sportsbook betting að Ísland í öðru sæti yfir var ekki með höfðatölu öðru sæti yfir þær þjóðir sem að veðja mest. Já, við höfum gaman að því, við höfum gaman að breyta dollara í 2. Þar er það bara Ágúst Þór Ágústsson stýrir umferðinni allri, hann setur stuðlana, allir herma, hann býr til markaðsefni, allir herma. Ágúst Þór Ágústsson að taka við leikinn, búin að gera það reynda fyrir löngu síðan. Við ætlum að skoða hvað gerðist á þessum degi með lífeyrissjóðu Verslunarmanna. Það er að koma hálfleikustrákar. Þið verða að hafa lífeyrissjóðsmálun á hreinu. Þarf gæti mögulega þurft að senda það á félaga minn. Já. Brynjúl Hjörleifsson, það væri mér mikill heiður. Hann bara ræðir hlutin á mannamáli, hann byrjar kannski á hrauni við þig og svo hann bara komið með einhverju lausn fyrir þig og eitthvað plan. Það er bara mikilvægt að hafa þessi málu lagi. Heldur betur, á þessum degi þá spilaði Liverpool fyrsta leik sinn frá upphafi á Anfield og unnu þar Rotherham Town 7-1 í vináttuleik. Þetta markaði byrjun á Liverpool 1892 og Jacobi, þú ert Liverpool maður. Já, ég er það. Já. Það blundaði mér Chelsea maður, ég var neyddur til að vera það á leikskóla af einhverjum félögum og til að voru svo hrifnir af Eiði Smára og þetta svona strákar sko, og til ég var í leikskóla í Vesturbænum og þeir áttu þetta svona ríka foreldrar, alltaf að fara á leiki, byrjuðu bara að fara í ensku bara 5 ára eða eitthvað. Ég hef aldrei farið á leiki í ensku sko. Þú bara gerir eins og Dóri Gylfa, hann ætlar aldrei að fara til útlanda á leik fyrir að Þróttur fyrir Evrópukeppnina sem þýðir það að hann líklega aldrei að fara eftir það. Já, og það er geðveikt prinsip sko. Pappi minn var bara að skrifa einhverja doktorsritgerð, síðan kláraði hann hana, bara við höldum með Liverpool, ekki flókið hérna. Síðan bara, ég held með þeim. En ég pæli mikið einstaklingsgeðum. Það er endar, sko, það er örugglega styttri leið kvennamegin hjá Þróttum. Óli Kristjáns gæti alveg á næstu árum. Heldur betur. Já, Óli Kristjáns gera flottar hluti þar, förum í íslensku boltan. Gerum það að sjálfsögðu með kjarnafæði og það er geggjað grillveður núna á þessum fallega föstudegi. Upp með tangirnar og grillið, hvað sem hvort þið sér lambið eða svínið. Þú ekki svínamaður. Það er eitthvað sem segir mér að þú kannt að meta gott svín. Ég er með grísarnakka í kælunum. Ég var reyndar að taka út rétt árin í mætti. Góð svínalund. Já. Gull betri. Það er geðveikt. Það er rosalegu leikur í kvöld. KR Víkingur. Óskar Hrafn Þorvaldsson getur, hálfpartinn afhent góðum vinnu sínum, Dóra Árna, Íslandsbikarinn, með því að vinna Víkingarnir í kvöld, eða hvað? Já, það allavega er risastórt skref fyrir blikana, alveg klárlega. Sko, ég alveg hinskilinn, erfitt með að sjá KR bara svona vinna leikinn, alveg bara vinnan. Já. Ég held að við náum jafntefli samt. Já. En ég held að Víkingar sé ekkert eitthvað líklegri til að vinna þetta sko. Ég held að KR sé að fara að taka jafntefli eða vinna, en þú veist, eins og ég segi, þetta er draumárar að þeir svona eitthvað taki og bara vinni, skilur, en ég held að þeir geti krist út sigur, en ég held að þetta verði allavega jafntefli. Óskar Hrafn að fara að mæta þarna Arnari Gunnlaugssyni, þó að Arnar Gunnlaugsson sé vissulega í leikbanni og uppi í stúku, þá heldur þessi leikur hafi ekstra þýðingu fyrir Óskar? Já, ég hugsa það nú. Ég hugsa að það sé alltaf svona rígurinn var náttúrulega svolítið, þú veist að við höfum séð það bara með að leiki Víkings og Breiðabliks á þessu tímabili. Rígurinn var svolítið meira boðvangar á milli heldur en eitthvað annað sko. Þannig að ég held að það hafi klárlega ekstra þýðing og verður fróðlegt að sjá hvernig þessu leikur verður lagður upp að svona líklegasta sviðsmyndin að Víkingar verði talsvert meira með boltan og að KR-ingar reyni að vera þéttir og breyka. Það eru auðvitað fleiri leikir, þetta er loka umferðin í þessu, það að segja, deildarkeppnin okkar. Hún er að hefjast núna á sundaginn. KR Víkingur var frestaður leikur. Víkingarnir þurfa bara nauðsynlega á sér að halda. Svo á sunnudaginn eru 4 leikir og þar með að leikur Breiðabliks og HK. Leikur sem að HK vann á síðasta tímabili með þessu fræga marki risans þegar hann reif í gikkinn af 30 metrum á mitt markið og boltinn
steinlá í netinu og einhver mest iconic fótboltaleikur sem fram hefur farið á Íslandi. Sjáum við eitthvað annað en Breiðablik sigur þarna? Svona, nei, ég held að það sé erfitt að sjá eitthvað annað heldur en þetta Breiðablik sigur, liðin svona á svona mismunandi stað einhvern veginn finnst manni og blikarnir eftir hennar káa sigur að vera frólægt að sjá hvernig þau koma úr þessu landsleikjahléi, frólægt að sjá stöðuna til dæmis á Damir Múmínović og fleirum. Ég held að það sé svolítið forsenda fyrir því að blikarnir geti keppt þetta, hann sé þarna, Daniel Obeker finnst mér ekki vera svona kannski alveg kominn þarna að vera klár í þennan lokaspett. Ég held að Dóri Árna vinni tildina sko. Já, og fara að járna. Fara að járna í kjölfari maður. Við slum tippa á þessa leiki, Gunni Gískar. Gunni, þú ætlar að koma með úrslitin í þessu. Já, það er lítið mál. Gunni Gískar með hjá Dr. Fútból. Byrjum bara á leiknum í kvöld. KR Víkingur. 1-1. Já, Jacobi, hot take Jacobi var sammálaður. Hann sagði líka jafntefli í að káa. Snúinn. Já, þetta er mjög snúinn leikur. 1-2 káa. Já, Stjarnan Vestri. 3-0 Stjarnan. Þeir hefna fyrir ófærnar á Þróttaravellinum. Fram með fá. 1-2 FH. Já, Breiðablik HK. 4-1 Breiðablik. Valur KR, við ætlum að hafa mándagsleikinn þarna líka. Já, þetta er góður leikur. Sá sígildi. Já, þetta er sá sígildi. Ég ætla að segja 2-2. 2-2, ok. Og Fylkir Víkingur. 0-4. Takk. Þetta verður áhugavert og verður gaman að sjá þetta allt saman. Já, þetta byrjar í dag. Næs að koma heim úr vinnunni. Beint í KR Víking. Í þessu frábæra veðri. Ég var að segja, ég var að taka úr ískapnum grísanhakka. Já. Verð með þá bara léttur hiti á grillinu. Já. Læta svona hæga alltaf þetta. Taktu Túborg 0 með þessu. Já. Og njóttu vel. Túborg 0 með þessu. Já, ég held að það sé mjög sniðugt. Geðveitt lúk, sko. Heldur betur. N1 með Dr. Fútból. Ég minna það að núna er kortið, þar að segja, kortið er komið í appið. Þar að segja, þannig að þú veist að Ég verð að fara að græða þetta. Já, græða þetta og það helst strax. Ég man í alvöru ekki hvernig ég tók bensín einhvers staðar annar staðar eða dísel einhvers staðar annar staðar en á N1. Nei, það er líka, þú ert náttúrulega alvöru framsóknarmaður og... Já, amma og afi náttúrulega ráku SO-stöðun á króknum, sko, ábæ. Þú voru aðeins áttið á því, sko. Þá var vídeolega öðrum megin og veitingastæðurinn hinum megin. Það er geðvikt. Það er ekkert eðlilega gott. Það er mjög gott kombo. Og herðið að fyrstildinum helgina þar sem að ég talaði um N1 og SO og miklir IBVF-menn þar. Er ekki bara eigamenn að fara að klára þetta? Eða eru leiknismenn að fara að eyðileggja partíið hjá hérna eigamennum? Ég held að eigamenn klára þetta. Já, ég held að það sé nokkuð ljóst. Sko, það var reyndar einn góður maður sem sagði við mig að leiknismenn hefðu mjög takmarkaðan húmor fyrir því. Það gerðist einu sinni, ég man ekki hvað það var. Þá fór bikarinn á loft, sá sem að liðið sem vann lengjudildina, þetta hafi ekki bara verið þá, ég man ekki hvaða lið þetta var, Fjölnir eða eitthvað, sem að vann lengjudildina á leiknisvelli. Og þeir hafðu ekki húmor fyrir því að það væri verið að lyfta bikarnum á þeirra velli. Ég meina, myndur þú nenna þessu? Að einhverju sé að lyfta bikar, einhverju fyrstildi bikaran. Það væri ekkit motivation fyrir mig, sko. Ég myndi bara fyrir inn í alla leiki til að vinna. Ég er bara að velta fyrir mig. Nei, þetta er góð penning. En ég held að IBVF vinni, jú. Og ég held að þeir vinni það. Þú veist, að gangin í þetta, gægin ég er bara að fara að vinna þetta, sko. Herman Harriders, hann er náttúrulega Barclays-mann. Þetta var ég ekki með hann í... Það er eiginlega magnað, sko. Edith Bullis, Hemmi Hreiðars inn í Leighton Baines úr liðinu. Við komum nýjan Barclays-menn. Sko, já, það var gaman að sjá Herman fara aftur upp með þetta. Það er mjög áhugaverð tölfræði sem ég rakst á X-inu þar sem að var verið að benda hvað þessi búið og mörg jafntefli. Afturhalding að spila algjöran úrslitaleik við IR og það yrði svo leiðilegt að IR-ingarnir komast ekki í úrslitakeppnina því að þeir hafa svolítið verið saga sumarsins. Það er nefnilega málið og því miður að þá er annarkvort af þessum liðum ekki að fara í úrslitakeppnina eins og staðan er akkurat núna. Ég gerir ráð fyrir að Njarðvík vinni Grindavík. Ég held að það sé svona líklegasta sviðsmyndin og því miður, eins og staðan er akkurat núna þá held ég afturhalding sé svona kannski örlitli favorites komandi inn í leik, verandi á heimavelli með stúkuna með sér og annars líkt og þeir enda þá væntanlega í 4. sæti. Njarðvík fer upp í 5. og þá verður þetta þú veist, Keflavík afturhelding eða Fjölnir afturhelding. Jacobi,
sko, það eru mikla pælingar núna með aðra deildina, mögulega farið 3 lið upp og þú veist, ég ætla ekki að segja þetta á morgun eða tala eins og 3 lið farið upp en það, þú veist, Grindavík þarna við vitum ekkert með Grindavík sko, ok, bara hvað finnst ykkur líklegasta sviðsmyndin með Grindavík, haldið að, þú veist, ef er yngar, þú veist, ef þetta er sveitafélagið þetta er svolítið viðkvæmt mál þetta er svona eitthvað sem ég eiginlega þori ekki að tjá mig sko, út af því að ég bara nenni ekki að fá einhverja posta bara að ég er náttúrulega stend með Grindavík en af hverju er þetta sko, það er náttúrulega það hlýtur að vera bara eitthvað sem bæjarfélagið þarf að ákveða þú veist, eða á bara hvernig á félagið annars verður rekið en ég meina það eru náttúrulega stór fyrirtæki sem að munur örugglega bara styrkjað áfram, ég meina hvað ætlaði bara að vera að spila á Kópavogsvelli Já, ég meina, þetta er alveg pæling, sko ég meina, Gunni, þetta er svona viðkvæmt mál og ég meina, af hverju? En þeir munu ekki leggja þetta niður strax held ég þeir eru að fara, þú veist, að leggja þetta niður maður á svo hálum ís Nei, ég held að þetta fá alltaf svona, þú veist, aðeins að sjá hvað er að fara að gerast meira á þessum skaga þarna áður en að Fyrir mér er málið rosalega einfalt Ef þú ert ekki með yngri flokka þá ert ekki með meistaraflokka Punktur Við sáum Kórdrengi vera Já, bara, þú veist, eins og ég segi ég allavega viðurkenni að ég er ekki on board, þú veist, ef þú ert ekki með yngri flokka hver er þá pælingin? Hver er pælingin? Þetta er náttúrulega bara Þetta hlýtur að vera, þú veist, æskulís, forvarnar Íþróttalið er það sem að heldur Grindavík gangan Já, ok, þeir geta verið þá með körfuna og þeir ætla greinilega að halda áfram með körfuna en þú veist, en fyrir hvað? Því að ég ger ráð fyrir því að Grindvíkingar séu nú þegar byrjaðar að dreifa sér á þú veist, komni með heimili hérna á mögulega höfuborgarsvæðinu En þeir það ekki vera stoltir af sínu fótboltaliði Algjörlega, 100% En er ekkert skrítið að vera alltaf að finnst mæta samt á að leiki þau bara leggja það niður Nei, ekkert Jú Þetta er góðu punktur, Gunnar Ef þú ert ekki með yngri flokka Það er náttúrulega, þú ert náttúrulega ekki hefðbundið lið, sko Ég meina, þú veist, það er svolítið sérstakt, sko En, þú veist, eru þið samt ekki að reyna að treysta á það Þeir fara upp Þeir halda áfram, ef Grindvíkingar geta flutta aftur heim eftir 2-3 ár þá séu þið búin að halda þessu gangandi Heldur betur Það er svolítið erfitt að fara að gefast upp núna Ég held að fólk vilji aðeins sjá hvað gerist Ég trúi Ég held að það sé best, þú veist margt af þessu fólki vil fara aftur heim eins og eiga menn Já, bara 100% og ef að það gerist þá bara geggjað Þá bara ítum við aftur og play Já, bara 100% Ég bara, eins og það er núna sé það ekki alveg gerast Þetta er hot take Já, heldur betur Flísabúðin og Dóttor fútból Jacobi var að sjálfsögðu mættur þegar að þeir voru mættir frá Rúbí verkfærum og fóru yfir þetta allt saman Nú er þetta nýja spaðið að opna á Hotel Keflavík með Versace flísunum Ég gerði upp Aðirbergi bara núna í sumar Flísabúðin, alla leið Konan fór á valdi bara Heldur betur Hvítar og rauðar maður Þetta var illa gott Heldur betur Já, þar kaupum við flísarnar Það er einn flottasti leikurinn í enska boltanum hverju tímabili Tottenham Arsenal helgina mikið gengið á í herbúðum Arsenal eftir þetta óvænta jafntefli á móti Brighton búin að missa City strax 2 stigum fyrir ofan sig það er bras hjá rauða liðinu í Norður Lundunum Gunnar Birgisson og Martin Öðugård og allt þetta Já, það er bara alveg hárrétt og þú veist, leðilegt hvernig þetta þróaðist líka með Mikkel Merino nýkominn og meiðist strax Declan Rice í banni sömuleiðis þannig að það verður mjög fróðlegt að sjá hvernig miðjan verður og hvort að spörsararnir nái að nýta sér Já, sko ég er með stíg Já, nei, ég var búinn að segja labba hérna. Ég er að bjóða hérna núna Já. Það er stíg að labba hérna, ætlar að taka það? Nei, okay. Ég væri, sko, ef ég á að vera alveg hinskilin ég væri alveg til að það er einhver umræð það en þú veist, ég var alveg til að sjá en Vaneri koma þann inn á miðuna, sko 17 ára gamall veist, þessi leikir eru fyrir einhverja svona þú veist, einhverja svona headline sko. Oft er geggjaði leikir Já, ég meina, þú veist, leikurinn í fyrra var mjög skemmtilegur þú veist, þegar Arsenal vann með hvað, 27% possession Já, þeir komst 3-0 eftir 10 mínútur það sem að þeir bara, þú veist, það var bara þú veist, við tölum oft að það er svona auðvelt að lesa í þessa spörsleiki þessa háu línu og allt það skilur þeir voru bara þéttið tilbaka svo bara sóttu þeir hratt fram bombuðu boltanum yfir þá og aftur fyrir þá og það bara virkaði Ég held að það er bara ágætt fyrir Arsenal að við erum ekki með alla þessa helstu gaura þannig inn á ég held það raunverulega sko það er bara eitthvað Declan Rice og eitthvað svona mér alltaf, þú veist hvílum hann aðeins Það er gott að ég held það sko Hann byrja væntalega með Bissouma og Papa Sarr þarna inn á miðinni og veist, það er svona aðeins öðruvísi heldur en þetta Højbjerg Bentancur miðja sko Bentancur er náttúrulega núna
mögulega á leiðin í bann Já. fyrir ummæli sem hann hafði fáránlega umræðilega í raun og veru asískt fólk. Það sagði ekki, manni hvað hann sagði, hann væri allir eins eða eitthvað, það var eitthvað svona fáránlegt. Son fyrirgáði nú það nú og bara, þú veist. Son líklega einhver mest næs náungi, bara svo finnur. Ég held að, þú veist, en hann pottitt móðufókir líka, hann væri ekki komin á þennan stað í heiminum ef hann væri ekki móðufókir. Það eitthvað sem leiðir fyrst að Son hann einhvern veginn búin að sættast og þetta var ekkert mál og þeir lóku, þú veist, og núna hann kannski á leiðinni 6-10 leikir bann. En var þetta ekki bara eitthvað innanhúsmál? Nei, það Premier League tókuð upp. Já. En af hverju taka þér þá ekki upp Enzo Fernandes dæmið? Ég veit það ekki. Þú veist hvort það væri gert eða eitthvað, Nei, það var að koma held ég bara frétt í morgun að það verður ekkert aðhast í hans máli. En Gunni, heldur að Arsenal vinni þetta? Já, ég held það. Ég held að þetta veri Spurs eða jafntölu. Já. Ég líka. Já. Herri, maður hérna fréttungur, Erling Haaland, var að missa eiginlega managerinn sinn. Ívar Eggja dáinn, blessaður kallinn. Ég var svo heppinn að fá að hitta hann allan í 3 skipti og fór með hann út að borða og átti frábær samskipti við hann að gæja. Það einmitt maðurinn sem reddaði þessari treyju hér. Við vitum ekki, þegar þessi þáttur tekinum, vitum við ekki hvort Erling Haaland spili eða ekki. Svona, þetta var, Ívar Eggja sá allt fyrir Haaland. Þetta skemmtilegast í normaði sem kynst, hann elskaði að segja sögur. Bara trilltar sögur, náttúrulega þú búin að Haaland teiminu áttur nokkra sögur, og þannig að Ívar og Alfí eru svona eiginlega aðal spaðnir á veitingastöðunum mannstir. Flottustu vínin og allt þetta voru alltaf gaman hjá Ívar Eggja. Hann er látin, eitthvað nýtt í þessu, veitum við hvort hvað segja norskir fjölmiðlar? Spilar hann? Norski fjölmiðlar gerir ráð fyrir hann spili, já. Og það í raun og veru aðalega af því að hann náði eftir seinni landsleikinn á móti Austurríki, þá náði hann að fara upp á sjúkrahús og kveðja. Og þeir telja að það hafi verið svona lókunum sem að þurfti og við sjáum að Erling Haaland ekki mikið að setja inn á sína samfélagsmiðla eins og hann gerði með Ívar Eggja. Setja inn einhverja 20 myndir aðeins saman og þvílíkan texta og eitthvað svona og sýnir svolítið hversu mikilvægur hann var fjölskyldinu. Var náttúrulega svaramaður í brúðkaupinu hjá foreldrum hans. Já, hann eldaði allt onían. Og hann sá flutningana, þegar hann fer til City, þá var hann sem að græja húsnæðið og sér til þess að það sé full dekkað og allt svoleiðis. Ívar Eggja líka þungavíkta nafn. Ívar Eggja. Þetta er bara Einar Bárða. Þetta er bara, en það er örugglega mjög skrítið fyrir fótboltamann eins og hann, þó þetta, fyrir mörgum hljómar þetta örugglega ekkert eitthvað þungvægt, bara eitthvað að hann sá eitthvað allt hjá honum, skilur. En það er mjög mikilvægt fyrir menn eins og Haaland að hafa eitthvað svona gaur sem er ekki bara pappan. Já, þeir líka treysta ekkert hverjum sem þessi gæjar, Nei. Þannig að þú þarft að vera alvöru gæi til þess að. En ég held að Haaland komi sterkar inn, hann mun spila af svona ást, Já, ég meina, mér finnst bara ekkert ólíklegt að hann sitji þrenna á móti Brentford. Já. Kemur ekkert óvart. Heldur betur, þið hafið öll séð Ívar Eggja því að þetta er alltaf gæin upp í stúku hliðin á Alfí, hann var alltaf. Og þegar að Haaland var meiddur þá satt hann við hliðin á Haaland. Fyrir ykkur sem ætlið að fara til útlanda þá mæli ég með að nýta ykkur þjónustu lagningar, lagning.is, dokkafslátturinn þar, bara farið og njótið þess að farið fríið. Kólnar nú sjaldnast vegabréfið hjá Gunnar Birgisinni á faraldsfæti allan heim, en hann er hérna hjá okkur núna sem er skemmtilegt. Ástfangin upp yfir haus. Já, til hamingju með það, Gunni. Takk fyrir það. Og sá í fréttunum, ekki það? Já, takk. Það var í fréttunum. Bara verður komið svona stór. Ring. Já, spákan hann stór. Bara fréttir þegar hann trúlósi. Það er risastórt. Það er risastórt. Ástin maður. Og Amsterdam. Já, geggjuð. Bókin sem tengir ykkur saman. Já, okkur. Já, Sex, Drugs and Rock'n'Roll, já, það er rétt. Já, heldur betur. Það er bara hannig. Það eru fleiri leikir, Liverpool mætir Nottingham Forest fengu, það er fréttir að Harvey Elliott verður frá í einhvern tíma. Harvey Elliott sem ekki verið í liðinu hjá Arne Slott. Nei. Ég samt svona áhyggjur af því. Ég hef alveg pínu áhyggjur af þessu Liverpool liðið. Það er mjög gott. Ég er búin að vera mjög ánægður með það sem er búið að vera í gangi og með slottarinn koma sterkur inn. Já. Ég er samt bara pínu stressaður þegar það fer að líða á deildina og við fyrir að nálgast jólin og svona. Það þarf svo lítið upp á, finnst mér, til þess að þetta fara eitthvað að ruglast aðeins. Smá meiðsli, svona þreyta mönnum. Ekki það skipti öllu máli. Mér finnst Arne Slott góður í öllum blaðamannafundum og öðru slíku. Hann var spurður út í stöðun á Coman Kelleher sem sagði bara, hann þyrfti að fara að spila. Sagði Coman Kelleher, ég þarf að fara frá Liverpool.
þá sagði hann, já, eðlilega segir hann þetta, það engin leikmaður með eitthvað metna sem bara herðið mist frábært að sitja á bekknum og ég ætla bara að njóta þess bara að horfa á leikina, sko. Nei. Og gott komment hjá Slott. Hann getur verið fyrsti þjálfarinn held ég til þess að vinna fyrstu 4 leikina og fá ekki á sig mark. Aldrei gerst það. Gerðu Chelsea aldrei? Jú, þeir gerðu það, en þú veist, þá er ég að tala fyrsti stjóri, þú veist, það verður engin stjóri byrjað þannig að vinna fyrstu 4 en Chelsea gerðu þetta 2005-2006. Áhugavert stöf þar, Manchester United mæta Southampton í hádegisleiknum á morgun. Þar, hvað gerum við ráð fyrir þar? Er það United sigur eða? Ég nefnilega, þú veist, ég held að United vinni með svona 3-4 mörkum. Ég held að þetta verði sigur sem að muni svona kannski vera, þú veist, það sem að United stuðningsmenn muni halda þessi vendipunktur, en Southampton er bara lið sem að hendar Manchester United fullkomlega. Veist, þeir eru með þetta possession á fyrsta þriðjungi, þar sem þeir eru að gera mikið af mistökum, hafa nú þegar held ég gert 3 eða 4 mistök sem hafa bara beint leitt til marks, og ég held að United veist, muni ná að nýta þessi tækifæri sem þeir muni fá þarna í Højlund. Hann er allavega ekki í possible lineups á þessum síðum. Herri, það er auðvitað þannig að þeir eru að rífast mikið innbyrðis núna, stuðningsmenn Southampton. Það er að segja að fólk er ósátt við hvernig fótbolta Russell Martin er að spila. Þeir eru bara að spila sig út úr öllu og svona. Adam Lallana var í fjölmiðlum að reyna að verja, hann sagði bara, herri, ég tók þátt í svona projekti hjá Brighton, stundu klikkaði þetta hjá okkur. En hann ætlar að spila svona. Hann er bara með plan A og ætlar bara að halda sig við þetta plan. Fara þær lóðbeint niður af því að þeir eru búin að styrkja sig, búin að ná í Aaron Ramsdale sem ætti nú að vera stórt sæning fyrir þá. Ég ætla að persónulega fíla í svona liðum þegar það er fengið þjálfari sem ég bara keyra á einhverju stefnu. Já. Ég er mjög sammála. Ég er mjög sammála. Þeir eru ekki við þetta. Nei, og ég meina það, þú veist, það er nefnilega svo leiðilegt þegar það klikkar. Það er ekki gaman og þá er svo auðvelt að gagnrýna það, en þegar það gengur upp, það er bara veisla, sko. Ég held að sé bara erfitt að taka lið eins og Southampton að gera þetta. Þú kannski frekar tekur lið sem er þú veist, í kringum miðjuna eða eitthvað svoleiðis og þá er svona kannski, þá er alveg svigrún til þess að droppa aðeins þá fellur þau kannski ekki en Southampton var alltaf að fara að falla eða svona verið daðra við fallið og eða þeir alltaf að spila svona áhættu saman fótbolta þá er alveg líklegt að þeir fara niður. Ég meina, þú veist, Taylor, Harwood Bellis, Jan Bednarek og Jack Stevens, þú kannski ekki að hugsa þessa 3 gæja sem svona léttleikandi aftast einhvern veginn að ég er líka bara með einhverja kenningu. Þú veist, hafið komið til Southampton eða? Ég hef ekki komið til Southampton. Þetta er bara svona borg. Þú kemur ekki að hana og fótboltalið er að fara að spila eitthvað gett skemmtilega fótbolta og þú bara serða bara götunum og lappar hana. Þú veist, ég hef gist hana, ég hef verið hana. Þetta er ekki þannig borg. Ég hef farið í Bretlandsreisu. Fór eftir menntaskóla. Sumir vilja fara þarna til Asíu og skoða okkur hof. Hvað ertu að segja? Við félagarnir, Bretland. Ég hef tekið þetta allt fyrir. Ég alveg talað og mér langar þetta að endurtaka leikin nema þá að fara að heimsækja vellina meira og fara á leik. Ég hef aldrei farið á leik í ensku deildinni, ég farið á leik í sænsku deildinni. Hvar finnst þér hérna skemmtilegasti andinn í Bretlandi? Ég verð að segja sko Hull. Það var alveg stórfenglegt. Þar var sko, fór á kínverskan veitingastað þar, dundurgóður, hóteli gott, þú mætir, þá ertu bara að spyrja hvort þú sértu verkamaður bara nei, ég er bara henni í fríi með félögum mínum og þar voru barnum bara, ég get svo svarið að ástfangin sískinni sko, þetta er magnað og ég á erindið hana sko, kona mín er frá þessu svæði sko, ammenar var þaðan. Já, frá Hull? Já, Hull og Lincolnshire þarna, þú veist, Cleethorpes og hvað þetta heitir allt, Grimsby, kynntust einmitt þar, ammenar og afi, sko. Þeir eru sterkir í sjávarútveginu. Já, heldur betur. Norðvestur er svona mitt svæði í Bretlandi, en ég er svo lítið verið að það sunnalega, það er gaman að fá skýrslu. Við fórum í Bretlandsreisu, en slepptum mér að vera Manchester og Liverpool því, og ég hugsaði, ég veit að ég mun alltaf koma þangað. Ég veit, þannig að þetta er taktískt, sko. Við fórum síðan og skoðum haturinn Newcastle. Það var áhugavert. York, það er menning. Jorvík, ég mæli með því og það er bara sko með dauðlangar í aðra svona ferð. En þú veist, þú kemur til Brighton og þú skilur að þeir getur verið með eitthvað skemmtilegt projekt í gangi. Southampton, þú mætir það það er ekki skemmtilegt projekt hana. Þeir eiga bara að halda sínu stíl. Þannig ég pínu teka þetta tilbaka sem ég sagði á hann þegar ég fílaði þessa stefni á þjálfurum sko. Það er bara, í alvörinu, þetta er bara landslæði segir svo margt. Ég meina, hvað við móta þig Hjörvar, þú verður með svörtu sanda. Þú veist, það er eitthvað sem mótar okkur, það er eitthvað í umhverfinu líka sem gerur okkur. Urbanistin eru nú duglegir að tala um það, þeir eru að tala um hérna borgarlínuna og það, þetta er að móta allt og eitthvað svona.
Þetta bara landslagsarkitekturinn. Já. Hann ítir ekki undir þetta, sko. Heldur betur, það verður gaman. Ég hlakka til að fara til Southampton, þetta auðvitað sögufræg borg heldur betur og svo er Chelsea að spila við Bournemouth, sáleikur á laugardagskvöldi klukkan 7, það frábær tími, takk fyrir það. Bournemouth gætu alveg unnið þennan leik. Þeir eru í 3. sæti held ég yfir, sköpufæri, XG. Og ég held að þetta sé svona, gæti verið svona kannski eitthvað sem að svona aðeins hægir á rostan í Chelsea-munum held ég. Kannski aðeins slæra á hann. Bara segja frá því að Orri Steinn Óskarsson, hann að fara að mæta Real Madrid helgina. Gerur ráð fyrir að hann byrji? Þeir gera það, já. Bæði, ef maður les spænsku miðlana og sömulegis sem maður fer í þessi possible lineups, að þá og það líka áhugavert stundum að skoða. Veðbankarnir eru yfirleitt með svona markaskorara stuðla. Já. Orri var alltaf líklegastur í FCK, þá var hann svona í kringu 2-20 eitthvað svoleiðis í stuðl. Já. Og núna hann með 4 í stuðl á móti Real Madrid og þá Kylian Mbappé líklegastur með 2-20 eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þú getur líka svolítið lesið í það að það svona gert ráð fyrir hann byrji sem að væri náttúrulega bara rosalega stórt. Skemmtilegt. Fyrir hann sko. Tjóðlu og neðamaður. Þetta er svo surrealist. Við slum velja vinnera og lúsera hjá Dr. Fútból. Einar Á, vinner í byggingabransanum. Saman hvað eða vantar eitthvað lím eða eitthvað á þakið, pappa eða hvað sem það þá ferðu beint inn í Einar Á Dalvegi. Það var einhverjir vinnerar frá þessari viku sem þið tækið út úr þessu. Sigmundur Davíð fyrir stefnuröðuna sína, já. Já, bara hann að kalla eftir því að stytturinn af Þorfinni Karlsefni, sem nú skakfirringur í grunninn. Já. Hann í Philadelphia, hún var afhöfðuð. Já. Og hann að spyrjast fyrir þetta og hann vill láta reisa þetta í Skagafirðinum, aftur bara kalla hana heim. Já. Heldur betur. Þú ættir nú að vera sammála því, eða ekki? Jú, ég sammála því. Heldur betur. Fleiri vinnerar, og kannski úr íþróttunum, ég meina Cristiano Ronaldo, hann náttúrulega vinner eftir þessa viku. Já, bara getur ekki verið annað. Já. Erum við með eitthvað lúsera? Tua Tagovailoa átti hörmulegan leik, kastaði oftar á andstæðingin heldur en samherja í gær ég var að horfa í nótt á Miami Dolphins á móti Buffalo Bills. Hvað, byrju, það var einhver strákur í Miami Dolphins sem var handtekinn. Tyreek Hill. Það Tyreek Hill, maður sem við tala um. Já. Nei, það ekki maður sem við tala um, það liðsfélag hans. Hann var handtekinn fyrir, eitthvað glæfralegan akstur eða eitthvað svoleiðis og það heldur búið að láta lögreglumanninn allavega setja inn í leyfi og hann verður líklega látið fara, Tyreek Hill kalla eftir að hann verður látið fara. Hann vinner líka, Tyreek Hill. Stefán Teitur, þurfum við ekki að setja smá vinnur á hann bara svona aftur? Já, hann flottur, algjörlega. Við erum örgulega búin að vera vinnir hérna í einhverju viku en ég langar aðeins að gefa honum vinnurinn. Sammála því, þetta var strákur sem að byrjaði fyrir sinn sem framherji en hefur svona þróast í að vera bara þessi ljómandi fíni hérna. Hann þetta fekk sér en heilaristing tóða þannig að það kannski ekkert fallegt af mér að velja eins og lúsar en ég held að hákálið í handboltanum vinnarar klárlega að taka Íslandsmeistarana. Lúser, verði ekki að setja Tedda Ponsu þar það sem að hann ráðlaði þjóðinni að fara á 1,10 og bara allir ég ætla að bæta allan á þessu við. Jú, ég held því miður. Já. Herri, má ég sjá, við erum hérna. Þetta er fyrsta og eina skipti sem ég vel Tedda Ponsu samt sem lúser. Bara svo að það sé á hreinu. Bara svo að það sé á hreinu. Hann var reynda skúrkur ásins hérna í... Ég var búin að gleyma því. Jæja, ok. Vörum í neyða með Æsver. Frábær útivistaföt á miklu betra verði í Æsver. Jóhann Helgi Sveinsson sem að við þekkjum sem El Jóhann. Hann spyr einfallega hefði Manchester United máski unnið Fernuna 99 með mann eins og Kai Havertz frammi. Þetta bara í máski, bara hvað Egill Helgason að skrifa þetta fyrir hann. Já, þetta alveg góð pæling. Stundum vantaði svona smá brott fram á við. Á að gefa Envaneri séns í startinu í Fjarveru Öðugård, spyr Ólafur Kristinn. Sko ég ætla að segja já. Ég segi já. Já. Mun Mosóbrósar standa í bláa og hvíta Herr Átna og Jóhanns sem hefur einungis tapað einum leik eftir 7. ferðina? Já, það er svona stuttasvarið. Ég get verið með lengra svarið, það er svona eftir árs. Ég segi nei. Mun KR halda sér uppi eða þeir skipta einu sinni þjálfara?
spyr, já, ég skil ekki bara einu sinni aftur ef þeir skipta enn einu sinni þjálfara. Nei. Nei, Er Liverpool Ekki svaravert. Er Liverpool eina liðið sem getur haldið í við Manchester City? Nei, ég held að það sé nú fleiri lið. Já. En þeir getur klárlega gert það. ég segi já. Já. Þeir hot take. Já, þetta verður áhvert. Þetta er náttúrulega Jacobi mættir þetta með hot take-in. Fara völurarnir upp í lengjuna? Nei, það býtu Hver er staðan þannig? Fara völurarnir upp í lengjuna? Nei eða já? Ég er ekki að biðja neitt miklu meira en það. Ég er svo sem ég get alveg hent já á þá. Já. Bara svona Bara upp á fönnu? segjum já. Jú, þeir eru að KFA út í lokaleik. Er ekki nafni minn að slá í gegn þar? Jú, hinn ungi. Já. 2007 árgerðin. Ég stend Herra, á honum. ég segi já, þeir fara upp. Heldur betur. Það verður nú gaman, völararnir, þeir eru skemmtilegir. Völurarnir? Já, Já, þeir eru ágætir. Yndislegu bæðir. Völsungur og Selfoss upp í lengjudeildina, það gerir hana ennþá einhvern veginn rómantískari. Já. Herðu, við ætlum að... Var ekkert meira það? Jú, það er alveg endalaust af spurningum. Við tökum það kannski bara eftir þátt. Já, tökum ég eftir. ætlar Gunni að afsanna Mosó-brósa stimpilinn og spila á meistaramóti GSS á næsta ári. Herri, það reyndar gæti vel í skafirinu, já, stefnum að því. Stefnum að því, ef það er eitthvað þannig kringum ennið mótið eða eitthvað svoleiðis, þá er það bara alveg geggjað, sko. Heldur þú Raheem Sterling skori í North London Derby? Nei, það held ég ekki, en ég vona að hann spili svona. Já, það er gaman. Já. Við spilum El Grandi. Með kemi.is feðgarnir indislegur feðgarnir Hemmi. Já, Hemmi er náttúrulega er aðal maðurinn og hann er auðvitað að selja svarta sanda en hann fræga ból doktor fútból. Hún fæst í kemi þannig að þau þurfa að fara upp í kemi eða fara í verslunina hjá kemi. Heldur betur. Sonur hans, Danny Hemmem, hann er líka helvíti góður. Skal viðurkenna það. Það ættanafn, þetta er náttúrulega alveg stórkostlegir einstaklingar. Heldur betur. Veistu hver er frænd hans? Danny Hemmem. Nei. Hemmi Nei. Ívar Guðmundsson. Í alvöru? Já, Ívar Guðmundsson og Hemmi Hemhem eru bræður. Já. Hemmi og Ívar Guðmunds. Ég þarf bara að fara heim að leggja mig eftir. Já, ég vissi þetta. Já, þú vissi þetta. Maður er þetta áður. Heldur betur. Förum í El Grandi. Ég var að ræða Brasilíumenn hérna á hann. Drengir, brasilískir fótboltamenn. Ég ætla ekki að halda með neitt tímabil. Bara komið bara með dæliði út brasilískum fótboltamennum. Jacobi, þú byrjar. Já. Ég hendi kongin Hulk. Hulk, já. Díta. Gott sjá. Díta, já. César. Já, margmaður. Robinho. Ederson. Já. Ronaldinho. Alisson. Rivaldo. Neymar. Ronaldo. Var Ronaldo ekki kominn? Ok. Sagði ekki Ronaldo komið tvissar? Hann sagði tvisvar. Já, komið að segja Ronaldo tvissar. Nei, ég sagði Rivaldo. Rivaldo og Ronaldo. Svo sagði ég Ronaldo. Ok, sorry. Nánast það sama samt. Þetta er yellow. Þetta er yellow. Þetta er, heyrðu, ég Firmino. Romario. Thiago Silva. Pele. João Gómez. Já. Bruno Guimaraes. Hvað heitir hann hérna? Danilo. Já. Gabriel Magalhães. Casemiro. Gilberto Silva. Þeir eru margir hana Lukas Leiva. Gott. Vel gert. Gabriel Martinelli. Endrick. Vinny Junior. Hvað hét gaurinn hann kom hann ekki inn á Chelsea eða eitthvað? Washington. Jú, var það ekki? Já. Rétt. Rodrigo. Ég hef átt að skrifa þetta allt niður. Ég veit ekkert hvað er komið og hvað er ekki. Hvað heitir hann hana? Marquinhos? Já, Marquinhos, hár rétt. Viðvörður.
Silvinho. Silvinho. Hvað heita þeir allir þessi gæðar? Já, það er mjög spurningin sko. Það er geggjusvinning sko. Þetta eru ógeðislega margir leikmenn. Ég skil alveg þegar maður er búin að þylja upp nöfna að þetta dett út. Það var einn á miðjunni á Manchester United með smá á sér á miðjunni. Hvað heitir hann Ferreira eða eitthvað? Ferreira? Nei, hvað heitir hann? Hérna Er ekki einhver sem heitir Ferreira? Jú, eða ekki, Ferreira Paulo með Ferreira. Upsiloni. Er það ekki það? Ferreira var Portugali, Paulo Ferreira. Já. En það er pottitt einhver Ferreira með Upsilonum. Nei, kannski ekki. Erum við bara að sækja einhver nöfn? Einhver nöfn. Eða bara einhver Rodríguez eða eitthvað Dóttar fútból á föstudegi. Það ég hlakka til að stýra hérna á Dogsón á morgun. Það verður mikið ganga á Gunnar Birgisson og Keli verða með mér. Þetta verður bara eins og þegar maður er að fara í flug, maður á ekki þar að geta sofið. Já, þetta voru geðveikt og Jakob Birgisson, hvernig frumsýnir vaksta verkina? Heyrðu, 21. september. Það er, hvað, laugardegi? Já, Eftir viku. já. Þetta er spennandi. Ég mæli fyrir alla að fara á sýninguna, taka þig í september, Sóla Hólmi í desember, taka andað sér íslenskri menningu og gríni. Já, það er bara sniðugt. Það er svona hita sig aðeins upp fyrir jólin. Já. Vakstaverkir, tix.is, dog. Já. Ég gef kóðan. Ég sko launa ykkur Já. allt sem þið hefur gert fyrir mig. Ég hef notað þessa kóða alveg vilt og galið. Dog-kóðinn góði. Já, Já. Heldur þannig betur. að Ég ætla að taka, ég er búinn að plana sagt, með tveimur félögum mínum, Tómas Stendos og Matti Dalmæ, skemmtilegi strákar. Við ætlum að mæta, sagt, við ætlum að taka þarna, ég man ekki, 20. og eitthvað september. Já. Þá ætlum við að mæta á Jómfrúna í hádeginu Ok. og vera fram að sýningu. það er vel gert. Þeir verða orðnir löfléttir þá félagarnir. Já, þeir tveir, já, það er planið. Já. Það er planið. Það verður heldur betur gaman. Þannig að við verðum kannski með eitthvað fram í köll. Það er alltaf skemmtilegt á svona stand-upum að... Það er bara mjög gott. Hefur eitthvað verið að rósta einhvern? Já, sko ég er aldrei viðkomið fyrir einhverjum svona framíköllum. Mér finnst það eiginlega bara skemmtilegra. Já. Því að yfirleitt er þetta sko, annarkvort er það skemmtilegt eða bara hálf sorglegt. Og þá er það einhvern veginn voru auðvelt að díla við sko. Já. Þetta er Gumma Ben, þetta er Gumma Ben. Það er geggjað! Þetta er sko, veist sko, þetta er vandamál og ég tengi svolítið við Sóla sko, hann er mikið eftirhörnum til dæmis. Já. Og hann bara ég bara tek Pálma aftur eitthvað. Gerum bara eitthvað aðeins nýtt bit og þú veist, þetta er eins og ég með svona Gumma Ben og eitthvað, ég gef mig ekkert út fyrir eftirherma. Það er bara svona hendir stundum ykkur eftirhermur. Og núna veit ég bara allir, sem ég nýja sýningu. Ef ég hendi ekki Gumma Ben, þá eru allavega bara svona 50 manns sem verða bara pirruð, sko. Þú veist, þeir vilja bara heyra helst Gumma Ben bara í 15 mínútur. Þetta er bara Pétur Jóhann að taka köttin. Já. Hvernig, það er leikur að byrja, hvernig gerir Gummi þetta? Þetta er að hefjast. Þetta er alltaf flókið í svona setti, sko. Og þetta er að fara að byrja. Sjáuð hann er kominn, þetta er geggjað, þetta er að gerast, kæru landsmenn. Hann er með hennan tón þarna, já. Hann er hár þarna. Já, en þetta snýst svolítið uppbyggingu. Þetta er svona eftirherma allir með sem er mjög erfitt að hendi í eitthvað í mataborðið. Algjörlega, og svo er eitt með Gumma, sko, maður heyri stundið þegar hann er þægilegur að lýsa, þá er hann búinn að halla sig eitthvað svona. Ramírez. Þá fer hann að muldra aðeins. Og það vonandi að vera eitthvað gott í kvöldmatinn. Já, það er hérna GBN, það er... Já, en ég er með svolítið líkamlegar eftirhermur, getur við sagt. Það er erfitt að hendi í þar svona vilt og galið. Já. Þetta er ekki eins og með pallan eða eitthvað. Nei, Sóli Hólm, þú getur kveikt á einhverjum eftirhermum hans bara svona. Já, og hann bara hendur í palla og eitthvað svona og þú veist, ég nenni bara ekki að hætta mér en það, sko. Þú veist, eitthvað að fara að rífa upp eitthvað eftirhermur sem aðrir eru með mikið, sko. Nei. En bróði minn, náskildur Palla, hann er gagnkynniður Páll Óskar, sko. Ok. Bróði minn er bara gagnkynniður Páll Óskar. Það er magnað, sko. Þetta er bara föðubróður hans, hann er hálfbróður minn. Það er rosalegt, sko. Og hann var í neyslu tíma og svona. Þú veist, ég hef basically séð Páll Óskar í neyslu, sko. Já. Það er geðveikt starf. Er hann þá mikið að tala um sig? Ég? Já, og mikið svona eitthvað. Ég tók sveppi 3 daga í röð, fór síðan á vökuna. Þú veist, þetta er allt eitthvað svona, hann er mikið svona einhvern veginn. En eins og ég segi, ég hendi ekki Palla. Ég bara leyfi öðrum eiga það. Það er einn maður sem á hann. Það er respect. Já,
Vaxtaverkir, tix.is, Dóttarfútból, þakka fyrir sig, ekki með allt búlis, ekki búin að kofra allt. Barklismenn, Guð blessi þig og... Kannski bara, nei, það er svo niðurdrepatinn. Það var skrítið að þetta, hvernig KSÍ settlaði Guma Kristjáns og Bödda Löpp, með bannið. Já. Að Böddi fikk ekkert og Gumi Kristjáns eitt. Ég held að þetta sé slæmt fordæmi. Hvað vildur þú sjá? Ég vilja sjá kannski 2-3 leiki á Guma Kristjáns og 1-2 leiki á Böðvar. Já, ég sá að Blikarnir voru ósáttu við þetta. Voru? Já, ég sá ekki að Ísak var ósáttu við þetta. Mér finnst það nú bara eðlilegt. Það var nú svona bara, þú veist, ég myndi halda vægara atvik. Og þegar Ómar Só, það var aldrei bara létt, það var olbúaskot, ekkert létt, það var olbúaskot og átti klálega að fara í bann. Hvað fekk Kjartan Henry fyrir höggið sitt? Mástu þarna þegar að móti Víkingunum? Já, alveg rétt. Hann var nú bara útskúfaður í íslensku samfélagi þarna bara. Já, í 2 daga. Já, í 2 daga. En hann er minn maður. Já. Hann fekk 1 leik. Bara 1 leikur? Já. Þú veist. Já, en þetta var... Ég ekki á því að það er að dæma menn í löng bönn og eitthvað svona. Ég ekki talsmaður þess, en mér fannst þetta svona... Já, ég er alveg tekið undir það. Já, mér fannst þetta svona aðeins grófara heldur en svona... Já. Venjulega kýtingar. Já, þú veist, ég er ekki mikið fyrir boð og bönn, sko, en þú veist, auðvitað, þegar menn svona ganga aðeins svo langt, þá er kannski alltaf aðeins að tekja í þá, en... Já. Nei, hann má alveg segja að Gubbi hafi verið heppinn hana. Já. Ég held að sé alveg hægt að segja það. En engin, ég er sammála, ég er ekkert fyrir boð og bönn. Maður er svona frelsiskall. Já, heldur betur. Dóttarfútból, þakka fyrir sig. Jacobi, geggjaði að fá þig. Takk kærlega. Takk. Takk.